Í dæmi 19, í æfingu 1.1, þá erum við með 2 sviga í sama dæminu og reglan að ég að byrja á svigunum, hún á við hér líkt og áður. Þá skulum við athuga hverju við að byrja á. Ef við lítum á fyrsta svigan, þennan hér, þá byrjum við alltaf á margföldun eða deilingu og endur svo plús og mínus. Þannig við skulum velja okkur að byrja á þessu. Ef við færum okkur síðan í þennan sviga, byrja á margföldun og deilingu, þá skulum við byrja á þessu og þessu. Ekki snerta þessa 6 hérna. Ekki strax. Þannig að byrjum þá á þessu og þá mun dæmið verða svona. 2 sinnum svigin, 9 verður óbreytt, plús 7 sinnum 3 er 21. Þá lítur þetta svona út. Svo kemur mínus á næstu svigi. 42 deilt með 6, það er 7. Og 13 sinnum 3 er 39. Og þetta lítur þá svona út. Og nú getum við byrjað á því að klára svigana hérna. Þannig að við erum með 2 sinnum útkoman úr þessum sviga. 9 pluss 21 er 30. Þá lítur þetta svona út. Svo kemur þessi hérna mínus. Útkoman úr þessum sviga. 7 pluss 39 er þá 46. Og þá lítur dæmið svona út, byggt á 3 tölum. En á hverju byrja ég? Ég byrja sem þetta á margfölduninni og ég enda síðan á þessu hér. Þannig að 2 sinnum 30, það er 60, mínus 46, það er þá jafnt og 60 mínus 46 er 14. Og það er rétt svar.